þá það 5. kaflinn úr mannslíkamanum en hann fjallar taugakerfið. Taugakerfið samanstendur af heilanum og mænunni sem við kallum einu nafni miðtaugakerfi og síðan allum hinum taugunum sem liggja frá miðtaugakerfinu út til allana líkamspartana, alla líffærana og útlimana. Það kallum við úttaugakerfi. Þannig að þetta miðtaugakerfi og úttaugakerfi. Hérna sjáum við myndir af þessu. Miðtaugakerfið heilinn og mænan. Mænan í raun og veru tenging úttaugakerfisins við heilan, en heilinn það sem stýrir þessu öllu saman. Hver taug í raun og veru margar taugafrumur tengdar saman. Mænan það í raun og veru líka og heilinn. Hver taugafruma skiptist í frumuból sem miðjan á frumunni, griplur sem liggja út frá frumubólnum, en ein griplan mun lengri og með svona slíður á. Það síminn. Þegar taugafruma fær taugaboð, við skulum segja að þessi taugafruma hérna sendi eftir sínum síma taugaboð, að þá grípur þessi taugafruma það með griplu, tekur við því, sendir það áfram eftir sínum síma út til næstu taugafrumu sem grípur það með sinni griplu. Svona heldur þetta áfram. Þannig að taugafrumur taka við taugaboðunum með griplunum en senda það frá sér í gegnum síman. Taugaboðin í raun veik rafboð, þetta bara rafmagn. Þegar það fer hérna eftir símanum, en það sem gerist hérna á milli frumnana ekki rafmagn, þá fara bara efni hérna á milli, sem svolítið flóknara mál. Hérna sjáum við þetta aftur. Við getum sýnt í raun og veru fram á að taugaboð ekkert annað en rafboð með því að gefa vöðva rafstraum. Ef við erum með vöðva úr dýri sem ennþá ekki alveg orðinn harður, að þá menn hafa gert þetta með því að gefa til dæmis nýdauðum froskum smá rafstraum með batteri, þá kippast þeir til þar af því að vöðvarnir halda að það sé verið að senda þeim taugaboðum að dragast saman. Við skiptum taugaboðum gjarnan í tvennt, það að segja í viljastýrð taugaboð og svo ósjálfráð taugaboð. Viljastýrða taugakerfið stýrir hreyfingum okkar, því sem við ákveðum sjálf að gera, en ósjálfráða taugakerfið það stýrir til dæmis meltingunni, öndun og annarri líkamsstarfsemi. Við höfum ekkert það að segja hvernig vöðvarnir í meltingunni til dæmis hreyfa sig. Við getum að vísu yfirtekið þessi boðum að anda á og ákveða stoppa, en líkaminn bregst frekar illa við því og okkur fyrir að líða mjög illa. Næst ætlum við að skoða heilan. Heilinn sem staðsettur í höfuðkúpunni mjög viðkvæmt líffæri. Hann í raun og veru mjög mjúkur. Þegar þið sjáið heila í kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum sem hefur verið tekin í sundur, þar að segja þegar fólk að skera heilan niður í sneiðar, þá það heili sem hefur legið í formalíni í töluverðan tíma. Ef við tökum heila úr nýlátnum einstaklingi og förum að skera í hann, þá lekur hann bara frá okkur. Utan heilan himnur sem til þess að verja hann. Þær geta verið nokkuð sterkar, en á milli þessara himna smá vökvi. Þessi vökvi ásamt að sjálfsögðu höfuðkúpunni sjáum að verja heilan. Heilinn skiptist í stóra heila sem þetta hér og litla heila sem hérna undir. Sjáðan hérna gráan. Heilabörkurinn sem þetta sem hérna utan á og við þekkjum sem heila, þetta bara einn partur af heilanum í okkur. Það margt merkilegt sem gerist hérna undir líka. Þarna fer allt fram sem að snýr að okkur sem persónum, öll hugsun, öll skynjun og allt þess háttar. Minnið okkar hérna líka, tal og annað í þá áttina. En hérna niðri
í heila stofninum sem er þetta hér og litla heilanum, þar fer fram það sem við köllum svona líkamsstarfsemin. Litli heilinn sér til dæmis samhæfingu hreyfinga og að halda líkamannum gangandi. Gerist líka hér. Dýr sem ekki eins þróuð og við, eða ekki með eins flókin heila, þau eru að minnstakosti með þennan part hér, sem stundum kallaður skriðdýrsheili, því að öll dýr sem eru þróuð frá einhverjum sameiginlegum forföður, sem sagt spendýra, fugla og skriðdýra, eru að minnstakosti með þennan heila. Öll skriðdýr eru að minnstakosti með þetta hér. Síðan eru þau með mismikið af þessu hér eins og við. Þið sjáuð hérna, það eru öll dýr með þetta. Síðan eru nokkur í viðbót með mismikið af þessu hér. Sumir apar eru til dæmis með töluverðan heila börk, en við erum með miklu stærri og það er það sem greinir okkur frá dýrunum. Hérna sjáum við mynd þar sem er farið í gegnum hvað hver partur heilans gerir. Þið sjáum númer 7, til dæmis sjónin. Hún er hérna stödd aftan í heilanum, þess vegna sjáum við stjörnur stundum ef við dettum aftur á hnakkan. Þið lesið bara í gegnum þetta þó þetta sé á ensku. Heilinn skiptist í hægra og vinstra heilahvel. Þau eru ótrúlega lítið tengd, það eru smá tengingar hérna í miðjunni til þess að tengja þau saman. Mænuviðbragð er eitthvað sem þið kannist kannski við, eða einhver tíman tekið upp heita kartöflu, þá viljið þið gjarnan hendinni frá ykkur strax, eða ef þið snertið eitthvað mjög heitt þá kippist hendin frá. Það er vegna þess að þessi boð að þetta sé hættulegt og það ber að taka hendina frá, ákvörðunin er ekki tekin af heilanum, heldur mænunni. Boðin hita bera sem sagt til mænunar og mænan tekur ákvörðun að kippa hendin í burtu. Því að kippa hendin í burtu eru mjög einföld boð, það þarf að senda nokkurum boðum að dragast saman, þá kippist hendin frá. Með þessu er þetta stytta tíman og þar af leiðandi minnka skaðan sem puttin verður fyrir. Þegar við sláum undir hnéskelin á okkur og fóturinn kippist út, það er samskonar viðbragð. Greind er gríðarlega flókið hugtak, þó margir séu mjög uppteknir af því. Fara í svona greindarvísitölupróf, hér sjáum þið spurningu úr einu slíku prófi. Ég vil nú tala greind sem hæfileikann til þess að nota þekkingu til þess að leysa vandamál. Það er ekki nóg að búa yfir þekkingu og muna hluti, maður þarf líka að kunna nota þekkinguna. Góð leið til þess að efla greind er að sofa vel, því þá hvílist heilinn og hann næri sig, en hann æfir sig líka. Þegar við okkur að dreyma þá er heilinn að æfa sig, en þá er þessum hluta lokið.